Þá bjóðum við velkomin Loga Einarsson. Gefa hann gott klapp. Já, mér langar nú að byrja á því að þakka ykkur kæru fundargestir fyrir mjög góða mætingu og frábærar kynningar sem við höfum fengið og fyrirlestrar og þannig hálf vandræðilegt fyrir mig sem að mennta mig og vann svona megnið af mínu starfsaldri við að standa bara fyrir myndrænum framsetningum að hér ekki með neina glærur, heldur bara styðst við orð. En það verður bara nægja. Við erum komin hér að því að við erum öll sammála að heilbrigðisþjónusta þurfi að vera að fyrstu gæðum fyrir landsmenn allt land. Og við erum líka sammála að við erum að leitast við að auka skilvirkni og hagkvæmni, en þá þurfum við líka að þróa og innleiða nýjustu tækni á hverjum tíma. Og hvernig förum við svo að því? Fyrir þróað og velmenntað samfélag þá liggja auðvitað mjög miklir möguleikar í notkun hugvitsins. Og við vitum og við höfum séð meðal annars hér að það eru óþrjótandi tækifæri í nýsköpun, í heilbrigðistækni og lífvísindum. Ríkisstjórnin leggur áherslu á að vinna með ykkur og ég sem nýsköpunarráðherra óska eftir virku samtali það hvernig við getum stutt sem best við nýsköpun, vísindi og rannsóknir með enn markvissari hætti en áður. Við fjármögnun nýsköpunarverkefna og í gegnum samkeppnissjóði og ýmsa styrki höfum við séð dæmi að lagt sé af stað af mikilli ástríðu og metnaði en verkefni ná svo ekki flugi. Og slíkt auðvitað fullkomlega eðlilegt þegar að róið á nýju og mjög óræð mið. Og auðvitað þarf að vera rými fyrir snjallar lausnir þar sem við sjáum ekki fyrirfram endilega niðurstöðuna. En stundum þetta vegna tregðu í kerfinu sjálfu. Það óvissa lög og reglur, svo sem meðferð persónulegra gagna og miðlun þeirra, eða regluverki reynist bara einfaldlega og flókið. Og það eitur í beinum þessarar ríkisstjórnar. Í öðrum tilfellum hugmyndin sem slík góð, en síðan kemur á daginn að vandamálið sem að henni ætlað að leysa í raun ekki það mest aðkallandi í augnablikinu. Og loks heyrum við snjallar lausnir sem fá ekki brautargengi þar sem heilbrigðiskerfið ekki tilbúið fyrir notkun þeirra. Það að verkefni strandi með þeim hætti á miðri leið vegna óvissu eftirspurn, tæknilegrar útfærslu eða jafnvel óútskýrðrar tregðu getur leitt til mikillar sóunar, ekki bara á fjármagni, heldur auðvitað líka á dýrmætum tíma þess fólks sem að vinnur að þeim. Þess vegna þurfum við að snúa bökum saman til að gera opinbera stuðning við nýsköpun í heilbrigðisþjónustu enn markvissari þannig að hann skili samfélaginu árangur. Við þurfum að greina og forgangsraða saman verkefni sem við teljum brýn og raunhæf og við þurfum að eiga samtal innkaup, verkaskiptingu og eignarrétt strax í upphafi. Hvernig á þróun, framkvæmd og innleiðing að vera háttað, hver gerir hver eignast afurðina ef einhver verður. Þessar spurningar ekki síst mikilvægar þegar að ræða nýjar lausnir sem byggja á notkun gagna og gervigreindar. Við erum nefnilega öll að fóta okkur í algjörlega nýrri tækni og nýjum leikreglum sem fylgja henni, en tækifærin hins vegar alveg sannarlega til staðar. Gögn, eins og hefur hér fram áður, ein mikilvægasta auðlindin í upplýsingasamfélagi nútímans og þar heilbrigðisgögn sérstaklega mikilvæg. Við þurfum auðvitað að umgangast þessi gögn af varkárni, með virðingu fyrir einstaklingum sem þau snerta, en leið verðum við að hagnýta þau í þágu samfélags og heilbrigði þjóðarinnar. Í ráðuneytinu sem að ég stýri erum við núna að vinna að stefnumótun gögn og gagnainnviði sem grundvöllur þess að heilbrigðisstofnanir og fleiri aðilar
geti nýtt gervigreindartækni til að bæta heilbrigðisþjónustu. Þessi vinna nátengd áherslu stjórnvalda fullveldi í gervigreind, þar sem við tryggjum þekkingu, stafræna innviði, getu okkur á sviði gagnaöflunar og örugglega vörslu gagna. Í ráðuneyti menningar, nýsköpunar og háskóla erum við þess vegna sífellt að leita leiða til að styðja rannsóknir og nýsköpun á skilvirkan hátt. Og í því sambandi vil ég nefna það sem hefur nefnilega verið talsvert í umræðinu undanförnum vikum, varðandi endurgreiðslur vegna rannsóknar og þróunar. Við ætlum að halda áfram að styðja myndarlega við rannsóknir og þróun og grunnrannsóknir og auka þar með enn vöxt hugverkaiðnaðarins. Og við ætlum okkur að stefna að því að árið 2035 verði slíkur stuðningur 3,5% af vergri landsframleiðslu af hálfu hins opinbera og einkaaðila. En langur afgreiðslutími og skortur á kæruliðum eru meðal þess sem við erum nú að rýna. Við erum meðvituð að kerfið getur virkað betur og við leggjum áherslu á að bæta það. Ein af þeim leiðum sem við höfum til þess að styðja við fjármögnun nýsköpunar nýsköpunarsjóðurinn Kría sem hóf starfsemi í byrjun þessa árs. Sjóðurinn hefur farið vel af stað og við höfum átt gott samstarf við Hrönn Greipsdóttur forstjóra og stjórn sjóðsins fjármögnun verkefna sem verði í takt við áherslur stjórnvalda og áskoranir samfélagsins. Við sjáum mörg dæmi að það öfluga starf sem á sér stað á sviði lífvísinda og heilbrigðistækni og við fáum vissulega margar ábendingar brýna þörf fyrir fjárstuðning fyrir frumkvöðla og sprota á fyrstu stigum slíkra verkefna. Þörfin því sannarlega til staðar og við vitum að við eigum öfluga frumkvöðla og vísindafólks og við ættum þess vegna að geta náð góðum árangri á þessu sviði, ekki bara innanlands, heldur líka á erlendri grundu eins og dæmin sanna. Það auðvitað því ánægjulegt að geta sagt frá því hér í dag að við í ráðuneytinu erum að undirbúa nýjar áherslur í samstarfi við nýsköpunarsjóðinn Kríu og við köllum þetta átak bara heilsukríu og verkefni felst í fjármögnun nýrra lausna í heilbrigðistækni og þjónustu í samstarfi við heilbrigðisstofnanir og einkaaðila. Opinbert framlag í þetta átak áætlað nú 300 milljónir króna með möguleika á hækkun ef eftirspurn reynist mikil. Og þá gerum við ráð fyrir að einkaaðilar komi á móti með tilsvarandi fjárhæð og ég alveg sannfærður að þeir eru til í það. Þessar fjárfestingaráætlanir og kröfur verða kynntar nú á haustmánuðum en markmiðið að verkefnið hefjist fyrir áramót og standi fram á næsta ár. Og þá mikilvægt að við lærum af reynslu fyrri ára og gerum það sem til þarf til að stuðningurinn verði markviss og skili sér í nýju lausnum á grundvelli forgangsröðunar og klínískrar þarfar. Samstarfið heilbrigðisráðuneytið og stofnanir þess auðvitað lykilatriði. Og við fögnum áformum miðlæga þróunareiningu fyrir heilbrigðiskerfið sem heilbrigðisráðherra kynnti hérna rétt áðan. Í samstarfi við slíka einingu og aðra hagaðila nýsköpunar í heilbrigðisþjónustu getum við náð dýrmætu samtali forgangsröðun, eftirspurn, regluverk, verkaskiptingu og eignarhald. Í þeim tilgangi að stuðla að því að stuðningur við nýsköpunarverkefni sé markviss og skýr. Þessar áherslur heilsukríu hugsaðar til þess að leggja lóð á vogarskálar til stuðnings öflugs sprotaumhverfis hér á landi á sviði heilbrigðistækni og auðvitað taka þátt í þeirri vegferð sem nauðsynleg að innleiða nýjustu tækni og þekkingu í þágu ört stækkandi hóps sem þarf á heilbrigðisþjónustu að halda. Að lokum vil ég bara segja að það ótrúlega gaman að sjá þann kraft sem býr í íslenskum nýsköpunarfyrirtækjum. Þau skapandi og lausnamiðuð
og þau eru tilbúin til að takast á við flóknar áskoranir með hugvit og áræðni að leiðarljósi. Og þau ráðuneyti 2 sem að standa að þessari ráðstefnu vilja áframhaldandi samstarf og samtal við ykkur og við ætlum að gera nýsköpunarþing eins og þetta að reglulegum viðburði. Þannig held ég að við tryggjum best að nýjar hugmyndir fái vængi og geti nýst sem best í þágu okkar allra. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, hlakka til pallborðsins og vonaði staldri svo við að lokum og njóti veitinga hér á eftir. Takk.